Verið velkomin í kaffispjallið. Ég plataði hana Möndu Ívarsdóttir, umbúð og hönnuð, til mín í smá kaffispjall. Velkomin. Takk fyrir. Eins og þið sjáið þá fór ég í smá verslunarleiðangur. Þetta er ekki samstarf, ég tek það fram, ég er ekki áhrifavaldur. En ég sem sagt greip með mér fallegar eða áhugaverðar umbúðir. Já. Og við ætlum aðeins að skoða þetta saman, Manda, og af ýmsum ástæðum. Já. Þú heldur utan vefnámskeið sem við erum með og fjallaðum í raun og veru umbúða hönnun frá A til Ö. Já. Ekki bara hönnunna, Nei. heldur líka ýmsa praktíska þætti sem varða framleiðslu og efni og fleira. Og markaðinn. Og markaðinn. Já. Og núna eru komnir allstaðar, hvort sem fólki líkar betur eða verð, þessir pappírspokar. Og ég raun og veru greip með mér þann sem að mér fellur best að nota og ég veit ekki hvort að þið áhorfendur sjáið, en það er út af því að hann er með svona breiðum handföngum, mér finnst þægilegt að halda á þessu og hann hefur aldrei rifnað í rigningu eða svoleiðis. Hvað finnst þér þessa pappírspoka innrið í verslunir? Hvað getum við gert svona betur og svoleiðis? Já, sko, við erum náttúrulega að taka upp bréfpókana vegna þess að við erum að taka plastið út. Sumar verslanir hafa nú tekið inn svona mægispoka. Þannig að það er ýmislegt að breytast út á umhverfinu. En þessi pokar eru í rauninni svona standardpokar, þetta er innflutt. Það eru ekki framleiddir hérna, það er engin verksmiðja sem getur framleitt svona poka hérna heima. Þannig að menn eru að velja bara það sem að þeim hentar hverri verslun fyrir sig. Og jú, auðvitað eru handföngin misjöfn, sumir eru bara með svona vafning eða svona eins og snúru sem er kannski erfiðar að halda í þegar kannski eitthvað þungt í pokanum. En að öðru leyti er þetta bara aðalmálið er að plast er á leiðin út, bréfið inn. Og ég er hérna með líka mjólkurframleiðandan Örnu og svo hérna nýjar umbúðir, held ég, alveg örugglega, frá Biobú. Arna ákvað að fara bara alfarið, þessari dós er skilað í pappírskáminn fyrir utan hérna lokið. Já. Mér finnst þetta svolítið vel heppnað hjá þeim og ég tek eftir því að ég tek þessa vöru oft, sko, ég vel hana líka með samviskunni. Og svo finnst mér þetta líka skemmtilegt, af því að ég ætla að sýna þér hérna, það er auðvelt að ganga frá þessu til endurvinnslu. Já. Hvað finnst þér þetta? Sko, mér finnst þetta hvoru tveggja bara mjög skemmtilegt. Þessi er náttúrulega svona, þú veist, þetta er ekki 100% endurvinnanlegt og það er náttúrulega út af lokinu, það er úr áli. En sko eins og þessi hér, að það er plast undir en það er svona rennilás sem hægt er að, má ég rífa? Það er svona rennilás sem að, við kallum þetta rennilás sem að rífur pappírshólkin sem er utanum og þá getur þú tekið þetta frá, sett þetta í pappírskáminn. Ég sýnist þetta nú vera úr, ekki kannski plast, þetta er sennilega mægis eða kornsterki eða eitthvað svoleiðis. Já, er það ekki? Já. Jú. Og síðan er álok, eins og er á þessari álok. Og það er sennilega, sko, umbúðaframleiðendur erlendir, þetta náttúrulega kemur utan, að eru í óðaun og er búin að vera að gera nú í mörg ár að reyna að endurbæta eða betrumbæta efnin sem að eru notuð í stand fyrir plast. Já. Þannig að þetta er svona einlausn og þeir eru kannski bara eftir að finna lausnin á álokinu. Já, það kemur næsta bara skref. vonandi næst. Já. Svo er það þessi klassík hérna, þetta er bara suðusúkkulaði. Og það er víst, þú varst að segja mér áðan, að þessar umbúðir hafa nú bara nokkurn veginn haldið sér. Eða svona, þetta er bara mestu leyti. Gömul klassík og hefur ekki breyst í tímanna rás og það stendur á súkkulaði 1983, þetta er búið að vera síðan þá. Og það sem er málið með þetta, þeir sko mega eiginlega ekki breyta þessu. Nei, það verður allt vitlaust. Það verður allt vitlaust, sko. Já. Þannig að þeir hafa pakkað núna suðusúkkulaði með bragðefnum og svona í öðruvísi umbúðir líka. En þetta gamla góða, suðusúkkulaði. En þetta ekki bara miklu smartara? Þetta er búið að ganga svona, þú veist, þetta er búið að vera æðislega smart, þetta var praktískt, örugglega upphafið, síðan var þetta allt í lagi, síðan var þetta púkó, síðan er þetta aftur orðið smart. Nú er þetta smart, skulle ég segja ykkur. Svo erum við með þetta hér og
Þetta er náttúrulega kannski allt annar handleggur heldur en þetta þarna. Já, er einhver ástæði fyrir því að svona sælgæti þarf að vera í svona umbúðum? En getur ekki verið bara í einhverjum smart, svona, smart klassík? Smart klassík. Já. Sko, hérna ertu líka komin í það að verja vöruna. Og líka þetta er svona allt í litlum einingum, þannig að það er, sko, þó svo þetta færi í kartónöskju, eins og þetta, að þá væri þetta í plastpoka. Þannig að svo er bara spurning hvenær þetta verður að einhverjum svona mægispokum eða eitthvað þannig lagað. En þú getur náttúrulega fengið rúsinur í öskju, en þá er hann samt í, eða þær eru samt í plastpoka innan í. Og það er aðalega til þess að verja vöruna fyrir ryki og hnaski og lykt og svona geymslu þolið á vörunni. En það eru margar ástæður fyrir að fólk er ennþá kannski í plastunni, að það er ekki komið eða álinu, það er ekki komið lausn, betri lausnir. Svo ég eiginlega bara kolfjall fyrir þessu. Þetta er Fisherman, þetta er harðfiskur og svo er þetta nýjar umbúðir utan graflax og hérna er harðfiskurinn og þetta er svona nokkuð konar umslög og ég ætla bara aðeins að fá að fikta í þessu. Hérna ef maður flettur þessu sundur þá er þetta hús og það er hérna ljósmynd inni sem maður vísar í sjómennsku. Sko, hér er nú einhver metnaður á ferðinni, er það ekki? Jú, þetta og er svona náttúrulega, markaðspæling sem er svolítið djúpt á. Já, þetta er náttúrulega, sko, þetta er mjög skemmtilegt að, þú veist, þetta er svona í línu, það er sama línan og og þeirra brand eða þeirra merki er að, þú veist, þetta hreistur eða, þú veist, á fisknum utan á. Og svo er búið gaman að þegar menn nýta sér, veist, þetta er mjög einfalt og plain umslag, en nýta sér það þegar fólk tekur opnar það, að þá er innan í. Og hérna er svona sagan og hér er svona vísun í gamla torfbæinn og þetta og formið þegar þú snýrði svona, þá þetta sé mjög praktískt form, að þegar þú snýrði þá er smá leikur í umbúðunum eða forminu sjálfu. Þannig að það er, þetta er bara mjög falleg og skemmtileg lína sem það eru að byggja upp. Það er þessi 10 frá þessu sagt. Já, við skulum bara, gefum bara 10 þess. Og allir 10, sko. Það er allir að reyna sitt besta, held ég. Já, það er líka annað sem ég skynja, að það eru svona tilraunir í gangi og fólk er virkilega að reyna að koma fram með betri og umhverfisvænni efni, með einhverja svona nýsköpun og hér er ég með gott dæmi um það. Nú er ég ekki aðdáandi þorra matar og hef ekki verið að sækja þorravislurnar greind, en þær fjalluðu þetta niður út af COVID í raun og veru. Og hér er ég með svona nýjung frá Múlakaffi og hérna er búið að útbúa svona hjónabakka og hérna er bara búið að færa þeirri veisluna og svo bara búið að setja hérna í verslanir og þar sem að veislan kemur heim til þín. Og sennilega, sko, þetta er nýsköpun líka. Já, þetta er náttúrulega ný hugsun í kannski markasetningu á vörunni sjálfri sem var svona kannski bara út á neyð í rauninni því að fólk og Múlakaffi var sennilega lokað og svo takmarkað opið en fólk vill halda veislu og fá í þorramatinn og þá koma þeir með þessa frábæru lausn að neytendapakka þorramatnum og sennilega er þetta líka notað til þess að senda heim ef það er heimsending. Já. Svo Þannig að þetta er bara mjög einföld lausn á vandamáli og þeir hafa náttúrulega þurft að hugsa alltaf hratt því að þetta náttúrulega er bara að gerast. Þannig að þetta er bara mjög sniðugt hjá þeim að gera þetta svona. Svo er ég með hérna Einar sem að ég er eiginlega bara pínulítið fallin fyrir. Án þess að ég sé að lofa allt sem ég tek upp hérna í Hásterk. Og sér í lagi vegna þess að ég sé hérna, það er frændi minn hérna, Völundur Snær, sem framleiðir þetta. Þetta er ekki samstarf. En þú kannski segir bara hvaða er við þessu umbúðir sem ég féll fyrir. Umami salt. Umami salt, já. Fyrir utan varan er náttúrulega frábær og það sem hann er að gera er að blanda þaranum í saltið sem hann náttúrulega eykur á bæði steinefni og jóðið og allt þetta. En sko, mér finnst þetta mjög skemmtilegar og fallegar umbúðir og bara frábrigði frá, þú veist, einhverju svona, kassanum eða öskjunni eða hvað það er.
En það sem er gallið hjá okkur er að það er enginn sem að framleiðir hólka á Íslandi, frekar en álumbúðir eða glerumbúðir og svona. Þannig að þetta kemur frá Frakklandi. Lokið er kornsterkja og hólkurinn er endurunnu pappír. Þannig að hólkurinn er útlendur en hönnunin er íslensk og hún heitir Þóra Kolbrá sem hannaði grafíkina. Þannig að þau vildu í upphafi fara í umhverfisvæna umbúðir, þetta er mjög umhverfisvæn vara, svona organik, og ákvaða að fara þessa leið, sem er mjög skemmtileg. Og það sem er skemmtilegt við þetta er hér á lokinu er skömmtun, eða þú veist skemmtari. Þannig að þú opnar bara hér og tekur innsigli og skilur þau. Akkurat. Og þá lokar þau bara aftur, þannig fyrir að taka eitthvað lok eða með skeið eða eitthvað þannig, að þá er skemmtileg hérna fítus á lokinu. Þannig að hérna, svo náttúrulega er þetta að pakka hérna heima. Saltbransinn, hann er greinilega vaxandi bransi. Já, Af því að, sko, hér er ég með svona litla pakningu. Ég kannski verð að segja frá því að þetta er lífssalt úr íslenskum hafsjó og jarðsjó, að það er hægt að kaupa svona glerkrukku með skeið. Og þetta er líklegast svona áfylling í það. En ég tók þessa pakningu vegna þess að ég sé að það eru upplýsingar nánast á hverju einasta fleti. Segðu mér aðeins frá því. Þú veist, þetta er ákveðin ástæða. Já, þetta er svona markaðsfræðilega, þú veist, hugsandi. Bæði það að nýta bara allar umbúðirnar, þú veist, það er alveg hérna. Og svo náttúrulega ef að þú sérð ekki krukkunni með skeiðinni, að þá náttúrulega þarftu að fá að byrja, ok, hvað er þetta? Og hérna er sagan sem að gefur vörunni meira vægi og það er verið að segja hvernig á notana og jafnvel uppskriftir og annað á umbúðunum. Þannig hér er verið að nýta allan flötinn sem er svona bæði praktískt og líka svona, hvað maður að segja, markaðslega Klókt. Já, virkilega. Af því þú verður forvitin. Já, þú verður forvitin. En svo eru líka reglugerðir. Já, svo náttúrulega erum við sem erum í framleiðslu eða setja vörumarkað endalaust að uppfylla einhverjar kröfur, að endalaust vera að bæta við reglugerðum og kröfum og það þarf allt að vera innhalslýsingar og næringatöflur og allt á umbúðunum og það er stundum erfitt að koma í fyrir á lítið form. Akkurat. Sko, ég er svo hér líka með umbúðir. Ég er mikill aðdáandi vörunar sem er hér inni. Já, eins og ég. Já, þetta er bara snakkið mitt, sko. Já, en ég er oft í vandræðum með umbúðirnar. Það er opnast og svona og ég er svona að velta þessu fyrir mér. Er einhver önnur lausn á þessu og er einhver ástæða fyrir því kannski að þetta er svona? Ég held að þetta sé bara eitthvað sem að, sko, það er annað með þetta eins og hólkinn og það. Þetta er framleitt erlendis. Þannig að sennilega er bara hérna fyrirtækin að hafa samband við fyrirtæki sem að framleiða svona erlendis og bara kaupir þetta af lager en sér merkt. Þannig að þetta er eitthvað sem bara erlendi framleiðandinn á og þessi aðili sem er að framleiða þessa tómata hefur bara ákveðið að velja þetta. En þetta er algengt að hérna ertu komið með sko plast en þeir eru náttúrulega sko fyrirtæki erlendis eru endalaust að reyna betrumbæta plastið til þess að gera það umhverfisvænna og það er plast er náttúrulega ekki bara plast. Plast er til í milljón gerðum, alls konar PP, PPT og PP þetta, PP hitt. En sko hérna ertu með svona, þú veist þetta er voða þægilegt, tekur lítið pláss í hillunni. Hérna er loftar tómatana sem er nauðsynlegt. Þetta ver vöruna og og þú getur komið upplýsingum á umbúðirnar, allan hringinn. En sko, ég er alveg viss um það að þú veist, ef að væri eitthvað annað í boði, þú veist, annað kannski bara 100% maís eða eitthvað svona, þá myndi tómataframleiðendur örugglega. Þeir eru að reyna að fara eins umhverfisvænir vænta og þeir geta. Svo er ég líka hér ég er ekki bara með íslenskar vörur. Ég sá þetta hér, þetta er sem sagt sænskur framleiðandi og þetta eru nýjar umbúðir hjá þeim og þær eru miklu stærri, taka sem sagt meira pláss í hillunni og mér finnst það svolítið áhugavert að breyta pakningunum þannig. Hvað segir þú það? Þetta er svona snýst svolítið Já, sko, að taka meira pláss í hillunni er kannski svolítið svona tvísýnt því að það er alveg slagsmál hilluplássi í búðunum og yfirleitt eru verslanir sem vilja ekki taka endilega
meira pláss, eða þú veist að vöruna þeirra, eða vöruna taki meira pláss heldur en þær þurfa. En sko, ég átti nú uppáhaldskegg sem var svona hafrakegg sem var áður pakkað svona í plast og svona smá svona eitthvað svona pappir innan í og svo var því breytt í hérna kartónöskju og ég hef ekki keypt það síðan, mér finnst það ekki eins gott á bragðið. Breytist bragðið? Breytist, Já. fyrir mér breytist bragðið, þó það hafi sennilega ekki gert það, skilur. Þannig að umbúðirna geta haft rosalega áhrif á. Þú veist, þú ert vön einhverju ákveðnu umbúð og svo breytaður umbúðunum og þá er dálítið hættulegt, sko, gæti jafnvel orðið afhuga vörunni eða ekki. Já. En náttúrulega keksið inn í þessu er í plasti. Já, það er í svona plastpoka. Það er í plastpoka, já. Svo er eitt annað sem að gerðist í COVID og það er að það jókst gríðarlega heimsendingar á vörum frá fyrirtækjum. Og hér er ég nú bara með frá smásölu risanum Söru, þetta er nú bara einhver ómerkilegu bólur, en hann er samt, allt sem þeir senda frá sér eru í pakkningum sem eru merktar fyrirtækinu og þetta er að færast í aukana. Þetta er í raun og veru algjört trend. En ég tók þetta vegna þess að, þetta er ekkert sérlega dýr pappír og þú veist, það er ekkert eitthvað, Þannig að þetta er svona, já, það er rétt hjá þér, þetta er ekkert sérstaklega flottur pappír, en ég held að sé mjög mikilvægt að þeir sem eru núna að byrja að senda heim, að merkja vöruna, því það er heldur, og líka kannski segja takk fyrir að versla hjá okkur eða eitthvað þannig, skilur við, svona eitthvað skilaboð, þannig verður persónulegra og og þetta er bara eftir að færist í aukana og fólk er að versla á netinu og fá vöruna heim og þá er skemmtilegt að hafa þetta í merktu. En það er rétt, sko, að þetta er náttúrulega alveg bara brakar í sögnu, en sko, já, þetta er bara náttúrulega, þetta er sennilega auka kostnaður á vöruna og þá er reynt að gera eins vel úr því og hægt er, en samt að reyna að halda kostnaðurinn niðri. Já, þá segi ég, er ekki bara, já, þetta er alveg nóg. Já, þetta er alveg nóg í rauninni, sko. Þannig að það þarf ekki að tjalda öllu til, en maður þarf að... Og þetta í rauninni gætið líka bara hengt upp í búðinni, sennilega hangið upp í búðinni. Já, algjörlega. Heyrðu, svo er ég með, þetta sér maður oft, bæði á snittubrauðum og svona pasta, það er þessi gluggar. Og það er nú ekkert kannski vinsælt á mínu heimili að kroppa það svona úr og eitthvað fyrir endurvinnsluna, en mér finnst þetta samt svo fallegar umbúðir og hérna er held ég líkast til hluti pappír og svo er hérna bara alveg ótrúlega mikið af skemmtilegum upplýsingum aftan. Ég er allavega skotin í þessu, er þú skotin í þessu? Já, sko, mér finnst, sko, fyrir mitt leyti, sko, þá vil ég alltaf sjá aðeins í vöruna. Þannig að þess vegna var nú plastið svona vinsælt að það var hægt að sjá vöruna sem varst að versla. Eins og kjöt og eins og ef þið fara út í búð, það eru svona hólkar utan bakka með kjöti, skiljiði, að þá opnar alltaf hólkinn til þess að sjá hvernig kjötið lítur út. Þá er, þú veist. En oft er lausnin að vera með eitthvað svona glugga þannig að fólk sjáu vöruna. En þetta er svona, ég veit ekki, þetta er nú sennilega eitthvað plastúðaður pappír, en með glugga, þannig að þú sér vöruna og auðvitað er náttúrulega allar upplýsingar, hér eru mörg tungumál, svo er annað þegar að fólk er að selja vöruna sína til margra landa, að þurfu ekki að pakka, þú veist, mörgu sinni, það kostar prentblutur, það kostar allt, þú veist, að þá reynir þeir að koma eins mörgum tungumálum og hægt er á einar umbúðir, þannig að það er svona universal umbúðir fyrir allan heiminn, sem að dregur úr kostnaði. Þá þarf maður líka að passa upp á reglugerðir og annað. Já, reglugerðirnar eru voða svipaðar alls staðar, það er náttúrulega innihaldslýsingin og svo kannski næringatabla og eitthvað svona, og hún er kannski á 2-3 tungumálum, við sjáum þetta líka til þess að lýsisöskjum og svona. Já. Og sko þetta er alveg feikilega sko góð vara, þetta er einhver kollagengrautur, maður verður eflaust mjög sætur af því að fá sér þetta. En hér erum við með svona svolítið flóknar pakningar og ég ímynda mér að þessi pappastrimill sem að liggur utanum gerir vöruna að minnstakosti helmingi frambærilegri í hillu eða hvað? Hver er ástæðan fyrir þessum miklu umbúðum hérna? Sko, ástæðan fyrir þessum umbúðum það eru margskiptar, það er náttúrulega það er varan hérna sjálf eða grauturinn og síðan er svona innihaldið sem þú getur bætt í sem er hérna sér hólfi og svo er væntanlega kannski skeiðið eitthvað stundum, fylgir með. Nei, prófaðu að taka þetta sundur, ég er ekki viss um það. Skulum bara skoða þetta. Það er kannski, það er ekki hér, en
Sko, þetta kemur utan og þetta er sennilega bara til á lager á einhverju stóru fyrirtæki, þannig að þau velja þetta. Já. Og þá hafa þau einn kost, eða nokkra kosti. Selja þetta bara svona, kannski setja limmiða hér með upplýsingum eða hérna utanum eða eitthvað. Eða þá að það er það mikið af upplýsingum sem þau vilja koma á framfæri. Já, kannski bara nýtt fyrirtæki sem er að byrja eða eitthvað Já, svoleiðis. eða bara skilda að þú veist, það er náttúrulega fullt af innihaldsefnum í þessu sem að þarf að vera upp á að fólk með ofnæmi og annað. Að þá er oft lausnin í staðan fyrir að vera með limmiða, þú veist, á. Hérna er prenta beint á plasti. Þetta er svona tvennt svona, þú veist. Hér er prenta beint á plasti, það kostar aukalega. Fyrir minni fyrirtæki, fyrir kannski þá sem eru stórir og eru kannski með fleiri 100.000 einingar á ári. Svo ertu komið hérna kannski nýja vöru sem er að prófa á markaði, það er minna upplag, að það er svo dýrt fyrir þau að biðja þetta fyrirtæki um að sérprenta eins og þetta hér. Já. Og þá er annarkvort limmiði eða svona einhver hólkur utanum sem er þá smeygt upp á. Þannig að þetta er bara ákveðin lausn. Já. Og svo líka bara kannski lúkið og annað sem að fólk vil koma á framfæri. Svo bara kannski þegar betur gengur. Svo getur vel verið að þeir fara yfir í þetta og prenta beint á plastið. Já, eða eitthvað svona eins og Arna er að eða fara í gera. eitthvað svona. Sem það er alltaf ég er mjög hrifin af. Já, það er alltaf þetta vandamál þegar er lítill eða svona pröfa nýja vöru eða jafnvel ekki, að markaðurinn er lítill, Ísland er frekar lítill, að þá er alltaf þetta vandamál að kostnaðurinn að merkja, svona láta sérmerkja fyrir sig kannski 100.000 eintökum, lágmark, skiluru, að sérmerkja, kostar mikið. Það er kannski, þeir eru með marga bragðtegundir, nota sömu umbúðirnar, en skipta bragðinu út með mismunandi hólkum. Já. Hér er nú líka praktísk lausn. Svolítið glæsilegt. Þetta er hérna maltviski, svakalega fínt, flóki. Og hér er verið að vinna með áferð og mynstur og... Já, þetta er í rauninni mjög, sko, hvað maður segja, vönduð umbúðir, eða sko vandaðar umbúðir. Hérna ertu með spottlökkun, með uppleiping, og ég kannski sýnir það hérna. Það er spottlökkun, það er uppleiping, það er fólíugilling, ég meina það var alla hægt að hlaða meira á, eina litla umbúðir, en það er oft með vín, maður hefur tekið eftir í búðunum að það er oft mjög vandaðar. Það er lagt í vín og vín er, og þar er farið í kannski, þú veist, þú ert með kallmannlegar umbúðir eða kannski eitthvað svona röftöf vökvi og svo ertu með fínlegar umbúðir fyrir konur sem er kannski hvítvin og eitthvað, skilur þau. Þannig er líka verið að fylgja, þú veist, ákveðinni markaðssögu vörunar. Já, þannig að, og sem er erfitt að fara gegn. Já, en svo líka, sko, vera að staðsetja vöruna í ákveðin markhóp með því að vanda svona til umbúðuna. Þetta er ekki ódýrt, ég hef sagt það. Og úthugsa kannski? Þetta er alveg útpælt og hérna, og þeir eru greinilega alltaf sér í samkeppni við stóru, góðu, flottu, hérna, vínfyrirtækin, sko. Það er alveg greinilegt. Þannig að þetta er, þú veist, þó hún er lítil, hún er bara ferkönduð, mjög plain askjan sjálf eða formið, að þá er mikið lagt í áferðnar eða útlitið og það segir mann það að þeir eru með þetta gefur svona til kynna að það geti verið dálítið dýrt vín. Já. Því umbúðnar eru dálítið svona. Svo finnst mér þetta líka svolítið skemmtilegt. Þetta, ég tók þátt í þessu átaki, þetta var landsátaki í söfnun birkifræja og það sem er mér svolítið skondið og skemmtilegt er hvað þetta er stórt box. Þú skalt sko tína í þetta box. Græða skóa þessa lands. Já. En já, mér finnst líka bara tengingin hérna við náttúruna og hérna líka þarf þetta að vera með upplýsingar. Er eitthvað annað við þetta box sem þú sér? Sko, það má eiginlega segja að þetta sé andstæðar. Já. Þú veist, þetta er syngur markhópurinn, þetta er syngur, þú veist, svona sagan og allt þetta. Þannig að þessar eru einfaldar, þetta er bara svona box. Ég held að hún Gugga í prentmynd hafi hannað þessa grafík. Já. Og það er verið að svona vísa í með þessum brúna lit, það er að vísa í svona umhverfisvænt. Þú veist, þú færð þessu tilfinningu, umhverfisvænt og eitthvað. Þannig fyrir hér er svona glamúr. Já. Og dýrara og þú veist þetta allt saman. Þetta er svona kannski, þetta er bara örugglega fín lausn. Ég ætla að vona að allir hafa bara tínt. Já, mjög mikið, tínt mjög mikið af fræin. Birki, okkar. Sko, já, svo er það hérna, vinur minn í Góu, Goodies from Goa, Kaboom. Ég verð að segja að þetta kannski höfðar ekki til svona, já,
fegurðar tilfinningar, en svo sannarlega er þetta grípandi, er það ekki? Tósar þetta ekki í mann hreinlega af hillunni, ef maður elskar lakkrís? Já, ég held að þú veist að þetta gula hérna, það hafi verið vísa í þennan marsipanlakkrís, hérna, gula marsipanlakkrís sem er í bitunum. En mér finnst þetta nú í rauninni bara að vera dálítið í flútti við það sem að Gói er að gera. Já, þannig að stundum snýst þetta ekki að þjóna minni smekkvísi. Nei, þú veist, þetta kannski hefur ekki til allra, en þú veist, ég held að þú sjáir strax að þetta er frá Gói. Já. Þetta er svona í flútti við raunið og annar, þú veist, og æðið og þetta sem að Gói er að framleiða. Heildarlína og lúk. Heildarlína og lúk og sennilega sami og hönnur sem að tengingu við gera. vöruna og allt. En svo er hérna, eins og við sjáum hérna, innhalslýsingar í mörgum tungumálum, þetta er varlega lesanlegt, Já. sem að þarf að vera á umbúðunum og það er bara sett hérna á botnin og hérna Já. næringatablan og allt þetta. Þannig að þetta er svona, að það er gleri og stekna gler. Já, til þess að en maður vill endilega. Já, Og svo er það hérna vini mínir frá skagfirska efnahagssvæðinu. Þetta er feykir. Það er nú ekki ostur í þessu, ég gæti hafa klárað hann. Þeir eru góðir. Þeir eru góðir. Já, þeir eru góðir. Já, en ég er líka ánægð með bara þennan metnað, bæði með ostinn og svo líka að pakka sér ekki bara inn í eitthvað plast sem maður þarf að hjakkast á með skærum, heldur gera umbúðir utan um það og skýr markasetning. Hvað finnst þér um þetta? Mér finnst þetta bara vel lukkað. Já, hrifin af þessu og ég. Já, mér finnst þetta bara vel lukkað og það er, þú veist, alltaf, það er svona pínu pæling að gera svona, þú veist, þetta form í kartóni og mér finnst þetta hafa bara verið leyst bara mjög vel. Og hérna, þetta gefur sko, osturinn er í plasti og það er það sama, þú hefði getað verið með límið á plastinu eða látið prenta á plastið eða eitthvað svoleiðis. En til þess að leysa þann kostnað, þá fara menn út í svona, einhverja litla öskjur eða belti eða eitthvað til þess að koma upplýsingunum, nafninu og innihaldslýsingunum svona framfæri. Þannig að þetta er bara skemmtilegt að skuli elta formið á ostinum í rauninni. Það er gaman því. Já. Það er öðruvísi, Já. það er ekki aðrir að gera þetta og svona. Finnst þér þetta að farið að verða svona blómlegur, hvað ég segja, blómlegur geiri, hönnun umbúða og umbúðaframleiðsla, hvert er að stefna í þessu? Því nú sé ég svo margt spennandi. Sko, ég held að, ég er nú búin að vera í þessu dálítið mörg ár og ég hef séð í upphafið þegar ég var að byrja, þá var þetta svona bara nauðsyn að setja umbúðir utan það var meira þannig heldur en að væri lagst í eitthvað svaka mikla pælingar þó svo að við gerðum það þegar ég var í kassagerðinni þá vorum við mikið að pæla, skilurðu? Þannig að mér finnst þetta vera orðið auglýsingageirinn tók þetta dálítið til sín menn áttu sig á að þetta var partur bara af markasetningunni, þetta er sölutæki umbúðirnar þannig að þetta fór alltaf meira og meira inn á auglýsingastofurnar og meiri metnaður lagður í umbúðir og umbúðahönnun og mér finnst bara, ég held að við séum bara að stefna á góðan stað sko. Það er mikill metnaður í umbúðahönnun. Það er verið að þróa efnin, alltaf betur bæta efnin, gera þau umhverfisvænni og allt þetta. Þannig ég held að við séum bara á góðri leið. Hérna heima á Íslandi erum við frekar takmörkuð með svona framleiðslu möguleika. Já, við þurftum að geta til dæmis gert hólka og fleira. Já, en það er bara, þú veist, að kaupa vél til að búti hólk kostar kannski 100-200 milljónir og þá þarf markaðurinn verið kannski dálítið stærri og þú veist, þetta er líka alltaf spurning kostnað. En ég held að við séum bara að gera góða hluti, sko. Já, þið heyrðu það fyrst hér, þetta er allt að koma. Ég hefur alltaf verið, skiljaðu. Takk fyrir að vera með okkur í kaffispjallinu. Takk fyrir mig. Takk, Manda. Takk fyrir, sömuleiðis.